Sko, það auðvitað einhver vísir að því að ég sé alltaf settur undir sama hatt og já, þú veist bara, ofbeldismenn er bara mjög víðtæk skilgreining og stór hópur fólks greinilega og allir eru settur undir sama hatt. Það alveg saman hvort þú hafir sko lamið konu eða talað illa til hennar eða hvort þú hafir sko nauðgað eða það virðist engu breyta að ef þú hefur sem sagt lent í einhverju samstöðu við konu einhverju þetta vegna, ekkert endilega af því hún er kona, heldur bara að þá ertu orðinn ofbeldismaður og það er sko, ég veit ekki, ég á kannski bara að venjast því að þetta sé endurtekið efni, stef sem ég sé alltaf í kommentarkjörum að ég sé ofbeldismaður en það er svona, mér finnst það að sko ekki bara mín vegna, við vorum að tala um þetta líka við sáum þetta með Loga Bergmann og bara þú veist þetta er búið að vera sko afrakstur öldu sem reiði við samfélagið af einhvers konar sko dómhörku og ásökunar samfélagi sem að hefur ekki bitnað á mér per se sko nema þú veist, ég er einn af þeim sem að verð fyrir þessu eins og margir aðrir en mér finnst alveg rétt að sko samhengið hlutana sé sko sett fram og ég held bara sko svona fyrir áskrifundur mína og ég er búin að segja frá þessu í svona bútum hér og þar í einhverjum hlaðvarsviðtölum þá er svona eiginlega bara mikilvægt að ég segi bara þess að allavega fyrir áskrifundur sem að eru þeir sem að ég svara til eru mínir áskrifundur, það er eina fólki sem að ég skulda einhverjum eitthvað sko, þeir sem að borga fyrir áskrift hér að ég segi þeim bara mína hlið á þessu máli og ég hef sagt að þetta, það sem að ég gerist brotlegur að fara yfir strikið í tölvupóstum og það er sem sagt, við hef ég orðræðu sem er engum manni sæmandi og ég viðurkennt það og beðist afsökunar á því en það er sem sagt viðbragð mitt við massífu andlegu ofbeldi og sagan er, sko, maður kannski byrja svolítið, við erum búin að vera saman í 1,5 ár, þetta er sko fyrir meir en 12 árum síðan þegar að ég kemst fyrst að því að það er óheiðarleiki í sambandinu, það er framhjáhöld og sambandið í raun og veru átti þá ég geri þau mistök að ganga ekki frá sambandinu og snúa baki við þessu og segja stopp þar ég fór í einhvers konar svona þú veist, það er einhverja sálfræðilega skýringar á því að ég fer í svona höfnunar panik sko og ég vil ekki sjá það sem er fyrir fram að nefna mér, hún alltaf segir þetta var ekki eins slæmt og heldur sko, þetta var bara eitt koss og eitthvað svona og ég ok, þetta er bara mér ekki, við skulum bara halda áfram að vera saman og eitthvað og höldum áfram með sambandi eftir það sem var alls ekki gott að því að eftir það einhvern veginn þá er bara er svona framkoman í minn garð algjörlega bara þú veist hún gefur fullkomin skít í mig og hún segir sjálf frá því í viðtalinu og þetta samband fyrir henni átti aldrei að vera neitt alvarlegt en Frosti hefði tekið mjög alvarlega henni hefði bara þótt þægilegt að búa af því að ég bjó í Vesturbænum og mamma hennar og pabbi voru nýflutt sko upp í Grafarholt og hún ólst upp í Vesturbænum þannig að henni þótti þægilegt að bara búa í íbúðinu minni og var síðan bara að halda framhjá og fullu og þetta var algjör hryllingur síðan þetta kemur að því að við ákveðum sem sagt henni býðst að fara sem au pair til Frakklands, til Suður Frakklands og það er tekinn sá póll í hæðina að það getur bara verið gott fyrir sambandið sem var einhvern veginn allt í mólum á þessum tíma að fá smá fjarlægð og smá söknuð og ég myndi sem bara verið duglegur að heimsækjana og hún kemur heim jólin og við ætlum bara verið svona fjarsambandi yfir þennan tíma og aðtökum hvort að sambandi myndi glæðast einhverju lífi eftir það og hún er að fara til Suður Frakklands og mjög fallegan stað að Marseille og ég ákveða að kynna hana fyrir fólki, fyrir vinum mínum sem bjuggu þarna í Suður Frakklandi sem voru kannski mistök af minni hálfu nema hvað að þegar hún fer út að hausti þarna að þá bóka ég strax flug með 2 vikum síðar fyrsta heimsóknin mín til hennar að vera 2 vikum síðar og þegar sem sagt daginn áður en að ég fer að hitta kærustunum mína og vini mína í Suður Frakklandi að þá ákveða þau í sameiningu að fyrst að Frost er að koma á morgun ef við ekki drífa hérna í því og þau vini mínir hérna samfæran það að það er frábær lífsreynsla fyrir hana að fara með þeim í forsóm með þeim og frönskum vini þeirra áður en að Frosti kemur og svo kem ég sem sagt daginn eftir forsómið þegar þau eru búin að vera sko í MDMA forsómi í alla nóttina og alveg búin á því og ég geng inn í þetta andrúmsloft sem er bara ógeðslegt svona svika bara, ég get ekki lýst þessari stemningu og ég er sem sagt þannig 10 daga
hélt að ég væri sem sagt með kærustu minni og vinum sko að njóta lífsins í Suður-Frakklandi. Það allt einhvern veginn, þú veist, ég get ekki lýst þessari súru stemningu, ég þarf að gera það bara síðar í bókinni sem ég mun einhvern tímann gefa út. Og þegar þetta kemst síðar upp sko undir lok sambandsins sem var reyndar alveg sko heilum vetri síðar, þá fæ ég taugaáfall og mér fannst ég vera rosalega svívirtur, mér fannst ég vera sko ógeðslega illa svikin af vinum mínum og kærustu sem að sko þau voru bara nýbúin að kynnast en ákvað að taka sér svona saman einhverjum að mér fannst bara samsæri gegn mér sko og ég viðurkenni að ég bara ekki gallalaus maður og ég hefði átt að bara segja, ok, fuck it sko, þetta bara óheiðalegt fólk og ég bara gengi burtu skilur, en ég fór að væla eitthvað í henni að þú veist, að viðurkenna þetta og ég var vonast til þess að hún myndi segja fyrirgefðu Frosti, ég hefði aldrei gert þetta ef ég hefði vitað að þú myndi komast að þessu, ég ætlaði svo sannarlega ekki að særa þig þau göbbuðu mig í þetta og ég þykir að leitt eða eitthvað og þess vegna ég að senda tölvupóst á fullu og ég að drekka og dópa og ég bara í taugaáfalli og þegar þau sem sagt rótta sér svona saman og í staðinn fyrir að veita mér sem sagt viðurkenningu á þessu að þá bara verði ég ennþá truflaðri og ég er búin að viðurkenna það, þetta er alveg lágpunktur lífs míns. Þetta er aðdragandinn að því ég fer fyrst í áfengismeðferð sko. Þetta er í fyrsta skipti ævi minni sem ég missi fótana. Ég sendi þessa tölvupósta og þegar hún sem sagt segir ég sé bara geðveikur og svona þá fer ég raun og veru að sko í að því eða hóta sko ef þú ætlar að koma svona fram með mig að þá ætla ég ekki að vera að passa neitt sérstaklega på þessi myndbönd sem við eigum þetta sem voru notabene myndbönd sem voru ekki tekin upp með falinni myndavél í svefnherberginu eins og var látið í það skína sko. Þetta voru myndbönd sem að ég og hún áttum og enginn hefur nokkuð tíman og hafði, þessi myndböndur eru löngu sko farin eða þeim var eitt á sínum tíma, en enginn í veröldinni sá þessi myndbönd annar en ég og hún. Það var bara ég og hún sem horfðum á þessi myndbönd. En þarna viðurkenni ég að ég fór yfir strikið í tölvupóstum, ég fyrir í að því að ég ætli bara einhvern veginn að láta þetta, ég ætli bara skilja þetta eftir á einhverjum USB-lykli þannig að einhver getur fundið þetta og ég ætli ekki að passa neitt upp á þetta ef þú ætlar að koma svona fram með mig. Svona orðaði ég þetta og en síðan fer ég í áfengismeðferð, þessum linnulausu tölvupóstsendingum mínum líkur þar með, ég fer að byggja líf mitt upp, ég er reyndar í áfallastreitu röskun í mörg ára eftir, ég má ekki heyra minnst talað á Frakkland, Suður-Frakkland eða heyra talað frönsku, þá fór ég bara allir í panik sko. Ég var í samtalsmeðferð með sálfræðingum áfallaþerapistum í mörg ár og í raun og veru allar götur síðan. Næsamt að byggja líf mitt upp og eignast eiginkonu og eignast börn og ég fór í nám og fór að læra fjölmiðla og boðskiptafræði, svo fór ég meistaranám í blað- og fréttamennsku, ég fer að vaxa í starfi og svona. 10 árum síðar, það var mætt í viðtal með tölvupóstana, þar sem ég er að hóta því að dreifa nektarklámi, skilur. Og ég bara herðu, þú veist, hún vissi náttúrulega að ég myndi aldrei dreifa þessu, hún vissi að ég var að segja þetta því ég var óbúslega sár yfir því að hafa verið sko stungin í bakið sko í sérlega rættnu og ljótu framhjáhaldi. Þú veist, framhjáhaldi eru alls konar, en þetta var sérlega að þetta var með vinum mínum í einhverju gangbang, MDMA dæmi kvöldi áður en ég kom að hitta þau sko. Þá fannst mér þetta einhvern veginn, ég upplifði þetta sem alveg sérlega rættu og ljótt. Og auðvitað hefði ég átt að gangi burtu bara og segja ekki orð og bara, en ég vældi og töðaði yfir þessu í nokkra mánuði og allavega öllum þessum árum síðar, 10 árum síðar, ég á mitt líf og hún á sitt líf og hún veit að ég er með hvítvóðung, lítið barn heima sko, þegar hún mætir í viðtal hjá Eddu Falag að tala hvað ég er hæðilegur ofbeldismadur að hafa sendt þessa tölvupósta og kryddar það með einhverju stjórnsemi í sambandinu sem aldrei átti sér stað sko. Og fyrir vikið þá er ég núna að lesa í kommentakerfum og umræðum alls staðar einhvern veginn Frosti Logason, hann er ofbeldismadur, er það ekki? Sem er árum setna á þetta viðtal kom út. Það eru 2 ár síðan þetta viðtal kom út og og þetta náttúrulega sko hafði með það mikil áhrif á líf mitt þar að ég þurfti að segja starfi mínu lausu og stöð 2 og svona en það er sjálfur sér ekkert, þú veist, ég er ekkert að erga mig á því, ég er mjög ánægður með stöðu mína í dag og allt það en ég veit bara að mörgum finnst hreinlega að þetta uppátæki og þetta sem var búið að hlaðast upp hjá Eddu Falag með þættinum eiginkonur var auðvitað sko einhvers konar plattform til að ráðast á karlmenn og fyrrverandi kærasta lónodóan og miða við allt
í raun og veru sko, miðað við hvað hafði gerst þarna fyrir 12 árum og miðað við hvernig 10 ára er liðin á milli og ég sko á þeim stað sem ég og hún á þeim stað sem hún að þá sko bara það hreinlega að koma fram í þessu viðtali og setja það upp með þeim hætti sem hún gerir að ég veit að mörgum finnst það að allir þeir sem að þekkja söguna þeir sem að vita hvað gerist fyrir 12 árum og sjá síðan viðtalið að þeim hefur fundist það hreinlega að vera hreint og klárt ofbeldi ekki í garð bara mín heldur sko minnar fjölskyldu, þú veist, eiginkona mín og börni mín og allir bara þeir sem að hafa orðið fyrir áhrifum af þessu. Þannig að sko, þegar ég spurði sko, finnst mér að á mér sé brotið sko, það er raun og veru sálgert aukaatriði, þú veist, þetta við erum bara að díla við sko, eða vorum að díla við eitthvað þjóðfélags ástand, það sem að karlmenn voru skilgreindir sem ógn við konur, allir líka góðir karlar, líka góðum gæjarnir, allir geta nauðgað, allir eru vondir og svo er þetta einhvern veginn, þú veist, ekkert samhengi í þessu, það er ekki, eins og ég segi, aftur, ég viðurkenni fúslega að tölvupóstarnir og það að ég skuli hóta einhverju svona er auðvitað algjörlega fyrir neðan allar hellur, en það er kannski ekki beint sanngjarnt að það sé tekið úr öllu samhengi og enginn fá að vita sko, hvað hefði gengið þar á undan. Eins og ég segi, ég tel mig hafa verið með mjög vanstilt viðbrögð við miklu andlegu ofbeldi sem ég var fyrir. Og andlegt ofbeldi er líka ofbeldi. Og, en þetta er einhvern veginn, ég veit að margir sko hafa engan áhuga á allir stóru sögun í þessu og þeir vilja bara hengja sig á það að þarna sé ofbeldismaður en það verður líka skoðast í þessu samhengi að ég á þetta áður en ég kynntist ástinni minni, eiginkonu sem að ég giftist og á börnin mín með, að þá hef ég náttúrulega átt fleiri kærustur. Já, nokkrar fyrrverandi kærustur og í engu sambandi hef ég nokkuð tímann lent í öðru eins rugli eins og í þessu tiltekna sambandi. Engin fyrrverandi kærasta minn önnur en þessi sko myndi láta hvarfla að sér að kalla mig ofbeldismann að neinu tagi. Nei. Engin samskipti mín við hitt kynið hafa verið þess háttar að kalla mig með einhvers konar kvennafant eða ofbeldismann. Þannig að það er líka svolítið einkennilegt að til dæmis fjölmiðill eins og Stundin á þessum tíma sem að gera fréttamál úr þessu að hann skildi ekki hafa leitað á svona staðfestingu að það væri einhvers konar, að því að þetta mála Frosta Logason upp sem kvennafant eða ofbeldismann, að þá væri eitthvað munstur sem væri hægt að greina með því að tala við fleiri fyrrverandi kærustur. Allavega að fá eina aðra fyrrverandi kærustur til að staðfesta, já, Frosti Logason, hann er svona. En það er einhver slíku til að dreifa. En samt sem áður sitjum maður upp með það, svona vandaðir einstaklingar í kommentakerfum og baráttuhópum gegn ofbeldismenningu gerir það að sko bara ítrekað að kalla mig ofbeldismann og fullir að ég sé ofbeldismadur í umræðum á netinu. Þetta er náttúrulega, ég veit ekki, þú veist, ég er kannski ekki maðurinn til að dæma hvort þetta sé sanngjarnt eða ekki, en mér finnst rétt að þeir sem ætla að dæma fái alla sólarsöguna og viti svona hvað átti sér stað þarna, síðan að skoða líka eins og ég segi, bara söguna, er eitthvað minnstur í gangi, er eitthvað sem bendir til þess að Frosti sé ofbeldismadur til þess að ég geti fara fullir það eða kalla hann ofbeldismann í opinberum kommentarkjörum. Það er bara ekki þannig. Þannig að það er líka bara verst sko, þú veist, fyrir börnin mann svo eitthvað svona sjá eitthvað svona, þú veist, það og konuna og mömmu og papp, eða þú veist, þetta er ekkert, þú veist, það er ofbeldið. Já, sko, maður getur alveg tekið þetta sjálfur kannski, þú veist, að maður veit sjálfur innst inn að þetta er bara þvæla. Og ég er ekkert að segja að henni hafi borið einhver skylda til að taka tillit til þess, en mér finnst það mjög skrítið á einhver svona heilbrigð, ef hún er heilbrigð og hugsandi manneskja, að það hafi ekki truflað hana að, herru, við Frosti höfum reyndar ekki talað saman neitt í 10 ár, ég sé að hann á sitt líf með konu og börn og svona, er það endilega nauðsynlegt fyrir mig að ráðast á honum þessu og sýna hann í því ljósi sem hann var þegar hann var sko í áfalli út af viðbjóðslegum hlutum sem gerðust, eða án þess að segja frá því. Það er margt skrítið þessu, ég verð bara að segja það alveg eins og það er og mér finnst sko rétt einhvern veginn að fólk sem ætla að dæma þetta þurfi bara einhvern veginn að vita sko upphafið og endin á þessu til þess að geta mynda sér heildar skoðun á því. En það er mín skoðun.
Já, ég sammála. Ég líka man eftir því, sko, því ég var að byrja að vinna hérna, sko, þá mitt, mamma mín sagði, ég las ykkur staðar, hann hafi bara verið að lemja konur. Já, einmitt. Man bara... Ég las þetta bara mjög nýlega, einhverju kommenti og TikToki. Hann var að berja kærustuna sína. Já, ég meina það. Og það kemur fram í viðtalinu, reyndar, hún segir frá því. Og hún landi þig, Hún gæti sko kýlt mig með kreftum hnefa og slegið mig með flötum lófa og aldrei brást ég neitt við. Engin ógnandi hegðun að minni hálfu sko var til staðar á neinum tímapunkti. Nei. Og hún lamdi mig og kýldi, sló mig og og segir frá því sjálf í viðtalinu. Já, ég man eftir því. Og hún segir líka frá því í viðtalinu að Frosti hafi aldrei lagt á sig hendur. Samt fólk út í bæ að tala um að ég sé að berja konur. Já, það er alveg... Það er crazy, sko. Viðstöðlust, sko. Já, þetta er... Og svo líka finnst mér áhugavert, sko, ef við bara snúum þessum tveimur hlutum við, sko. Þú ert í viðtali að tala um tölvupósta sem hún sendi á þig og segir í því viðtali að þú er átt til að lemja hana með kreftin hefa. Það er allt bilað, sko. Það er allt bilað. Sér er líka hitt, sko, ég hef séð alveg inn í baráttuhóp gegn ofbeldismenningu, þar hef ég séð fólk verið að tala um, sko, hvernig kallinu var að halda framhjá þeim og það hefur verið, sko, ógeðslegt andlegt ofbeldi. Já, það er ofbeldi. Í baráttu, ef kallinu er að halda framhjá þeim og það er þetta, sko, svona, ef framhjáhald er, sérstaklega ef það er svona markvist og þetta er ekki bara eitthvað fyllir sem gerist einu út í bæ, heldur sé svona plottað og planað, að það er fólk sem skilgreinir það sem ofbeldi í sjálfu sér og ég er ekkert endilega ósammála því, en það er nákvæmlega það sem ég verð fyrir í þessu sambandi og það er bara auðvitað, ég klúðra því að díla vittlust við það. Ég hefði átt að bara fá lánaða dómgreind og leita mér hjálpar og svona, ég fór bara drekka brennivín og skrifa tölvupósta. Já, sem er náttúrulega bara, þú veist, við erum öll mannleg, skilurðu. Ég get allir votta það að þetta er ein versta svona höfnun sem að bara, þú veist, fer beint í mann framhjáhald, skilurðu. Og ég, auðvitað, allar götur síðan þá, ég er náttúrulega búin að vera eins og ég sagði áðan, í nánast viðstöðulegsum samtalsmeðferðum í 10 ár. Ég fann mér góðan sálfræðing og ég fann mér góðan svona áfallaþerapista og ég hef bara nýtt mér það allan tíman og ég hef búin að vera í sjálfsvinnu í 10 ár. En þá er allt í einu ákveðið að árið 2022 eigi Frosti Logason að fara að taka út einhverja refsingu fyrir eitthvað sem gerist 10 árum fyrr og hann eigi núna, eins og Edda Faleg sagði, drullastu til að leita þér hjálpar. Og bara byrju, ég er búin að leita mér hjálpar. Ég var fyrir áfallið þegar sko, ég var stungin í bakið og komið hryllilega fram með mig. Ég leitaði mér hjálpar við því og hef gert það. Og núna allt í einu 10 ára síðar þá drullastu til að leita þér hjálpar. Og ekki hafa sambandið fórnarlambið beint. Svona, það er margt galið í þessu. Það ég vil bara segja það alveg eins og er.